Ég fór að hugsa, fel mig nú í faðmi þér, vernda mig frá þinni sterku hönd. Þegar hafið rís og stormur hvinn, hefur þú mig upp og gætir mig. Þetta svo mikið sannleikur í þessu, þetta bara í okkar daglegu lífi, að þegar okkur finnst við vera í þessum stormi og þessu hafi sem að einhvern veginn öldurnar þær fara yfir okkur, að þá höldum við séum bara eini í þessum öldum, að þá vitum við að það Jesús sem heldur okkur uppi og gætur okkar. Og þegar við erum, í okkar daglegu lífi, erfiðleikum, hvað sem við tökum okkur fyrir hendur, þegar við sjáum ekki fram úr hvað við erum að gera, að þá þetta þannig. Syngjum þetta einu sinni, þegar hafið rís og stormur hvinn, að þá hefur Jesús okkur upp og hann gætur okkar. Amen. Þegar hafið rís og stormur hvinn, hefur þú mig upp og gætir mig. Faðir flóðin hörfa fyrir þér, þú ert minn Guð, hljóður ég Amen. Ég kem til þín í lofgjörð og syngja þér minn söng. Skulum syngja þetta saman. Ég kem til þín í lofgjörð og syngja þér minn söng, söngum dýrð og heiður fyrir allt sem gafstu mér, lífi mínu tilgang, lífi fullri menn, og nú ég þrá
þess að við förum í smá ferðalag, leiðangur, sem að vakti athygli mína ekki ansi löngu. Það gerðist í 1983 að þeir uppgötvuðu gröf, gamla gyðingagröf í norðurhluta Jerúsalem. Og sú gröf var náttúrulega með fullt af litlum svona beinakislum því að það var siður gyðinga að við tókum beinin úr gröfunum eftir ár. Lík voru látin í gröf, voru látin að vera þar í ár og síðan brutuðu líkin í sundur og tóku beinin og settu í beinakisla og komu þeir saman í ákveðin grafreit sem var kannski bara geymslustaður. Þeir höfðu kannski aðgang að þessu og þetta var ekki þannig kirkjugarður að það var 70 ár sem að kislandi voru á sínu stað, heldur voru þeir bara þangað til að upprisan átti sér stað. Svo gerðist það 1983. Þeir eru búin að uppgötva gröfina, þeir fóru að sjá að það var skrifað með hebresku letri á þessa steinakisla. Og þá einn kistilli sem vakti sérstaklega athygli. Hann var afskaplega fátæklegur, það var ekkert í kringum hann sem við getum sagt að hafi verið svona sterkt og flott. Þóra á ég taka þetta upp, taka þetta í gegnum í upptökuna. Nei, ok. En þá var þannig að þessi steinakistill, á honum stóð Jóhanna, dóttir Þeófílusar. Jóhanna dóttir Þeófílusar. Og, ég verð að taka upp, á því að setja þetta hérna. Og þegar Jóhanna dóttir Þeófílusar, að þá þótti mönnum þetta mjög athyglisvert. Vegna þess að Þeófílus, hann kemur fram í Lúkasarguðspjalli og sjáum við í 1. kapítölu Lúkasar, 2. versi þar, þá einmitt hefur Lúkas guðspjalli sitt á þessum orðum sem að auðvitað fyrir okkur. Nú hef ég athugað gæfilega allt þetta var á upphafi og réð þig einnig að rita samfellda sögu fyrir þig, göfugi Þeófílus. Og göfugi Þeófílus, hann var líklega æðsti prestur. Þeófílus þýðir á grískunni það elskar á Guði, en ef það væri latína, að þá væri þetta frekar svona nær því að vera bróðir Guðs. Því að fílie, það sama og bróðir sonur. Fílie, þeir segja til þess katólíkarnir í nominu patri, fílie, spiritus sancti. Og þá það fílie, það bróðir, eða sonur. Jesús Kristur þannig alveg greinilega í Biblíunni sonur Guðs, en þessi Þeófílus var hann líka samskonar sonur. Af því hann var æðstiprestur, að þá fékk hann þennan titil, Þeófílus. Og menn eru alveg inn á því að Þeófílus þessi, hann hafi verið æðstiprestur gyðinga. Og það kemur fram í sögu gyðinga. Við höfum hann ekkert í Biblíunni, en gyðingarnir hafa líka þessa sögu. Og við höldum aðeins áfram með hennar Þeófílus, æðstiprestur, sem fær Lúkasar guðspjallið og Lúkas skrifar honum heilt guðspjall til þess að sýna og sanna það hver Jesús Kristur var. Og þið vitið að flokkur æðstaprestana eða prestana hjá gyðingum, þeir höfðu nú gert sér fræga fyrir það að þeir vildu ekki Jesúm Krist sem drottinn og frelsara. Þeir höfnuðu honum og þeir fóru eftir lýðræðinu þegar lýðræði hrópaði krossfestið hann, gefur Barabbas lausa. En nú komum við líka postulasöguna, því að Lúkas, hann skrifaði postulasöguna og í 1. kapitula og 1. versi postulasöguna, þá kemur líka þetta nafn fram. Fyrir sögu mína Þeófílus samdi ég allt sem Jesús gerði og kenndi frá upphafi. Svo Þeófílus þessi, æðsti prestur gyðinga, hann fær skilaboð frá lækninu Lúkas hver Jesús Kristur var, hver hann hvað hann gerði. Og hann að staðfesta fyrir æðsta prestinum stórvirki
sem að komu og að geyma og við sjáum að eru geymd í bæði Guðspjöllunum og síðan í bréfunum og hjá postulunum. En Jóhanna sem átti beinin sem fundust þarna í kistlinum, Jóhanna, dóttir Þeófílusar. Hver var hún? Þeim þótti það mjög athyglisvert að þessi Jóhanna, ef hún dóttir þessa Þeófílusar sem að Lúkas skrifaði, þá var Þeófílus æðsti prestur og hún var dóttir prestsins. Og hún hefði þá átt að vera í annarri gröf heldur en einhverjum almúa gröf. Hún hefði átt að vera í gröf sem var til einhver prestastétt gyðinga. En kistan hennar var ekki þar. Og þá fóru menn að spekulera hvað hafði gerst. Hvernig stendur á því að þetta hafði verið svo? Komið með mig núna í Lúkasarguðspjallið, 8. kapitúla, og þá sjáum við skemmtilegt vers í 3. versinu þar. Þá Lúkas að segja frá öllum konunum sem fylgdu Jesú Kristi. Og þetta ég tel þetta engan veginn tilviljun vegna þess að það segir svona í upphafi þessa kafla. Eftir þetta fór hann borg úr borg, þorp úr þorpi, predikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þau 12 og konur nokkrar læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, 7 illir andar höfðu farið út, Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Herodesa, Súsanna og margar aðrar. Og hér kemur allt inn upp nafni Jóhanna. Og menn voru að spekulera, getur þetta verið kistillinn hennar Jóhannu sem var lærisveinn Jesú Krists? Og af því að hún var lærisveinn Jesú Krists, þá fékk hún ekki að vera viðurkennd af gyðingum og gröf hennar var ekki meðal æðstu prestana eða fjölskyldu hennar sem var að prestaætti í Ísrael, heldur var hún útskúfuð. Í 2000 ár var lík hennar eða bein útskúfuð frá prestaættinni í Ísrael. Getur það bara verið? Og vistu það, þetta rifjaði upp fyrir mig sögu. Nú kem ég frá Betel í Vestmannaeyjum, enda ég kallaði Snorri Betel. Og í þeirri sögu, þessari 100 ára sögu sem við höfum frá Vestmannaeyjum, því að í ár söfnuðurinn 100 ára, þá gerðist það. Þeir byrjaði að predika þetta fagnaðarerindi, ómenga fagnaðarerindi 1921. Og það tók þá 5 ár frá því að það byrjaði að predika og þangað til að menn voru tilbúnir að láta niðurdýfast og stofna söfnuð. Og það var alls konar úlfúð í Eyjum. Það voru ekkert allir vinir og það voru ekkert allir sammála og það voru ekkert allir á sömu skoðun. Svo ein kona. Hún var gift manni sem var verkstjóri hjá Vinnslustöðinni og hún segir við manni sinn, ég ætla að láta niðurdýfast. Það er rétt. Þetta fara eftir því sem Biblían segir. Heyrðu kona mín, segir kallinn, ef þú lætur niðurdýfast í Betel, þá verður þessar húsdýr lokaðar þegar þú kemur aftur heim. Þú verður aldrei húsmóðir hér og þú býrð ekki lengur hjá mér í þessu húsi. Konan tók ekki mark á svona öfgum. Hvað er að gerast hjá svona manni? Hún fór á samkomu Betel, það var niðurdýfing og hún lét dýfast niður og var hamingjusöm og ánægð og hún kom heim. Það voru dyrnar læstar, hún bankaði, það var enginn sem opnaði, hún stóð fyrir utan og kallaði og bankaði, það var enginn sem svaraði. Hvað er að gerast ef við erum að sjá þetta sama eiga sér stað? Sleppur hann á sér? Já. Fyrirgefðu. Hvað er að gerast ef við erum að sjá þetta eiga sér stað? Bæði hjá gyðingum, hjá henni Jóhönnu og ekki síður núna í okkar tíð. Hvað er að gerast ef fagnaðarerindið og söfnuður eins og þessi þarf að búa við það að ef að þið gangið inn í söfnuðin að þá verðið þið útskúfuð frá fjölskyldu ykkar? Er eitthvað andlegt á bak við þetta? Hvað þýðir að fylgja Jesú Kristi? Getur það virkilega verið svo að það kosti þið fjölskylduna að ganga við Guðs? Það átti ekki að vera þannig. En vitið þið, okkur er boðið upp á þetta. Þessi kona sem lét niðurdýfast, hún var ekki að gera það til þess að vera á móti manni sínum.
Hún var að gera það til þess að hún gæti hlýtt þessu heilaga lifandi orði. Og Jóhanna, sem var dóttir Þeófílusar, hún ekki að koma hérna til Jesú Krist samkvæmt Lúkasi 8 og gefa honum af auðæfum sínum og styrkja trúboðun hans til þess að vera á móti Þeófílusi, föður sínum. Nei, faðirinn hans, sem var æðstiprestur, hann átti að þekkja hvað Biblían sagði. Hann átti að vita hvað ritningarnar höfðu talað hinn komandi Messías, hinn líðandi þjón. Þeir áttu allir að vita að Jesús Kristur myndi mæta sem dómari, sem frelsari og ekki síður að þegar börnin hrópuðu Hósíana Davíðssyni, blessaður sá sem kemur í nafni drottins, þá áttu þeir að vita, þetta Sakaría 9:9 að rætast. Þeir áttu að vita að orð Guðs, það var að óma frá börnunum, þau vissi ekki hvað það voru að segja, þau þekkti ekki endilega ritningarnar, en andi Guðs hafði talað til þeirra samkvæmt þessi spádómsorði Sakaría 9:9 sagði, blessaður sá sem kemur í nafni drottins, ríðandi á ösnufóla. Ekki satt? Við stöndum frammi fyrir því, gyðingarnir sjálfir, þeir þekkti ekki sín vitjuna tíma. Þeir vöknuð ekki. Þeir áttu sig ekki á hvað var að gerast. Og Jóhanna blessunin, dóttir æðstaprestsins, ef þetta er svo sama kona, hún var fyrir því að fá ekki að dvelja í gröf með fjölskyldu sinni. Þetta sorglegt. Og Lúkas, hann skrifaði bæði Lúkasar Guðspjallið og postulasöguna til Þeófílusar. Það sami Þeófílus og var æðstiprestur? Við svo sem vitum það ekki alveg. En það að öllum líkindum svoleiðis að Lúkas þekkti æðstaprestinn. Og hann var að reyna að koma vitinu fyrir hann var að vitna fyrir honum og segja hversu stórkostlegt þetta hvernig orð drottins virkar og hvar það kemur fram. Nú vitum við það, við þekkjum það líka, að einn af þessum sem var æðsti og helsti andstæðingur kristninnar, hann var seinna kallað Páll postuli. Sál frá Tarsis, hann var sko engin vinur safnaðana. Hann fór hneppti fólki í varðhald, læsti þau í fangilsi og ef hann vildi þá mátti hann lífláta það. Hann var með bréf upp á það. Og þessi maður, hann var skaðræði í samfélaginu fyrir hina trúuðu. En hvað gerði hann síðan? Jesús Kristur mætti honum og þið vitið söguna hvernig hann algjörlega umbreyttist. Og hvað varð Sál frá Tarsus? Hann var ekki lengur einn af fariseuunum. Hann var ekki lengur samþyktur meðal gyðinga. Hann var líka útskúfaður. Ert þú tilbúinn að taka vitnisburðin þinn þangað að þú verður jafnvel útskúfaður fyrir það að þú tekur þér í munn orð Jesú Krists. Þú lætur orð drottins leiða þig. Þú verður einn af þeim sem stendur fastu fyrir af því að Biblían segir. Ritningarnar tala. Ég búinn að ganga í gegnum þetta líka. Það eru allir sem þurfa að reyna það að þegar ritningarnar hljóma úr þínum vörum, þá ekki lengur samþyktur af þínum vinum. Má það kosta það? Við viljum helst ekki lenda í svona tvistringi. En vitið sískinni, við ráðum ekki við þetta. Því að það nefnilega barátta í þessum heimi sem heitir barátta við andavörur vonskunar í heimingeimnum. Við stöndum frammi fyrir því að það barátta milli hins góða og illa. Og við vitum alveg að hið góða, það tengist fagnarerindi Guðs, það tengist orði Guðs, það tengist sköpunarverki Guðs, það tengist öllu því sem Guð hefur gert og sagt. Það einn sem hefur rísið gegn því. Það einn sem hefur myndað flokk sem á móti öllu því sem kallað sköpunarverk. Og vitið þið, við erum búin að vera flest í skólum og við höfum lært það að við erum afsprengi þróunarinnar. Á hverju? Hver tók sköpunin í burtu og setti þróunin í staðinn? Þetta talið vera menntakerfið. Þetta talið vera til menntunar og þetta vegna þess að vísindin segja og svo framvegis. Okkur talið trúum að vísindin talið öðruvísi heldur en trúin. En skoðið bara eitt atriði. Við erum vön því og þið hafi verið í útför hjá okkur að við segjum alveg hiklaust af jörðu ertu komin. Það allir sammála því. Það sama efni þér á jörðinni.
og það var einn sem var að útskýra einu sinni, hann tók mynd af drullupolli og sagði, veistu það, drullupollurinn er alveg svo þú, það bara vantar líf í hann. Og drullupollurinn með öllum þessum efnum, jarðnesku efnum, þetta er alveg svo þú. Við erum bara eins og komin af jörðu, þetta er vísindalegt. Svo segjum við alveg hygglust, af jörðu skalt áttu verða. Og það er bara alveg dagsatt. Menn hafa opnað gamla grafir og séð það er eiginlega ekkert eftir nema bara smá beina leifar. Hvert fór efnið? Það breyttist í jörð. Vísindilega erum við þarna af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu verða. Það eru tveir þættir. Svo segjum við í trúarlegum tilgangi af jörðu skaltu aftur upp rísa. Það er 1/3 af staðreyndunum eða af fullyrðingunum. Höfum við rísið upp? Nei, við höfum ekki ennþá geta séð það. Við höfum ekki ennþá séð að það gangi upp, en það er trúin. Hún lítur fram á veginn. Hún sér út yfir gröf og dauða. Hún sér inn í framtíðina. Og hvað eigum við að segja? Að sköpunarverkið sé á móti því sem trúin er að segja? Nei, sköpunarverkið er sammála. Skaparinn sem er á bakvið þetta heilaga stórkostlega orð er einmitt sammála. Nú gefur hann okkur að vita að það er eitt og annað í gangi í okkar samtíma sem við þurfum að leggja áherslu á eða skoða. Hafi Jóhannu verið útskúfað, hafi Páli Póstóla verið líka útskúfað, þá skaltu ekki vera undrandi á því þó að þér sé útskúfað. Þú skalt ekki búast í því að heimurinn taki betur á móti þér heldur en Páli Póstóla eða Jóhannu. Það verður aðskilnaður og við ráðum ekki við þetta. Aðskilnaður er fólgin í því við tökum á móti þessum himneska boðskap, hinir hafa ekki gert það. Og þá verður bara aðskilnaður. Og skoðið þetta atriði sem að ég ætla að fá að nefna við ykkur. Ég ætla að fá að fara með ykkur af því ég nefndi Pál Póstóla. Skulum koma í fyrra Þessalónikubréfið. Það er ekki oft sem við vísum til þess. Og Pál er að kenna alveg stórkostlegt orð. Og þetta er mjög ögrandi fyrir okkur. Vegna þess að Þessalónikubréfið er auðvitað bréf sem að við eigum að svona lesa og rannsaka. Og sjáu þið hvað hann segir í 4. kapitúlunum. Ég ætla að fara með ykkur í fyrsta versi þar. Þá segir hann þetta við okkur. Að endingu biðjum við yður bræður og áminnum í drottni Jesú. Þér hafið numið af oss hvernig yður ber að breyta og þóknast Guði og þannig breytið þér líka. En takið nú enn meiri framförum. Svoleiðis að við sjáum að þessi hópur, þetta er greinilega framfara sinna fólk. Og þið heyrið það að nú er mikið að vera í framsóknarflokknum og þeir vilja taka framförum í dag, þeir vilja kjósa sér nýja formann. Eigum við að gera það sama, að taka enn meiri framförum og taka okkur formanninn Jesúm Krist og foringjan Jesúm Krist og láta hann stýra okkur og stjórna. Af hverju er hægt að taka framförum? Þér viti hver boðorð við gáum yður frá drottni Jesú, það er vilji Guðs að þér verið heilagir. Og þá er einmitt áhersla lögð á það, takið framförum í því að vera heilög. Takið framförum í því að vera frátekinn fyrir drottin. Takið framförum í því að þið verðið Jesú Kristi lík. Og eilítið neðar í þessu sama kafla, þá fyrir bara 10. versið, þá segir það við okkur, það gjörið þér einnig öllum bræðurum í allinni Makedóníu, en við áminnum yður, bræður, að taka enn meiri framförum. Og mér finnst þetta svakalega merkilegt að Páll Póstóli skuli segja þetta við söfnuðina, takiði framförum. Við eigum nefnilega, það er eðli kristins manns, að við vöxum upp með Jesú Kristi. Við breytumst, við verðum öðruvísi. Og það var akkurat það sem gerði sur í Vestmannaeyjum, þegar konan kom heim og barði að dyrum og það átti ekki að opna fyrir henni. Hún fór ekki aftur niður í Betel til að segja ég er hætt við skírnina. Nei, hún var ekki tilbúið til þess. Maðurinn varð að opna. Og þetta var heilmikið vandamál sem að kom inn í hjónabandið og þetta var til þess að kallinn, hann þurfti í nokkur ár að biðja konu sína afsökunar á því, þessari útskúfun sem var bæði illa séð, hún var illa þokkuð, kallinn tapaði á þessu. Græddi Betel,
Nei, ekki þannig, en menn sáu alveg baráttan sem við eigum í ekki við menn af hold og blóði. Hún við tignir, völd, heimsdrottna, andaverur. Og þar verðum við að opna augu okkar og ljúka upp fyrir okkur hvað það sem að við erum að glíma við. Þetta ekki bara hold okkar, þetta alls konar þrýstingur sem kemur utanfrá. Og þessi þrýstingur sem kemur utanfrá, hann verður sigraður bara af þessu heilaga lifandi orði. Og Páll vissi að Þessalónikumenn, þeir voru ekki í jákvæðu umhverfi. Það var ekki, Grikkir voru ekki með jákvæð trúarbrögð fyrir kristnina. Og þið sjáu bara þegar Páll postuli predikar á Aresar hæð, að þá voru menn alveg undrandi, þeir voru að reyna að þjóna guðinum sem ekki þekktu, en svo þegar heyrðum upprisu dauðra, þá lokuður og svo þeir heyrðu, nei við skulum heyra þetta öðru sinni. Og þar stöndum við. Við erum með trú sem fer langt fram yfir skilning okkar. Því að hvernig getum við skilið að það verður til ný sköpun? Það verður til upprisa dauðra. Það verður áframhald. Við fáum að vera eilíflega með Kristi. Við erum ekki sköpuð bara til einna nætur. Við erum ekki sköpuð bara til að vera 70 til 80 ár og við vitum ekki til hvers við erum hér. Á þessari jarðvist þá tökum við ákvörðun hvernig við verjum eilíðinni. Hvert ferðu? Hvað tekur við? Ræðurðu framhaldinu? Og ég verður svona veltaði fyrir mér, ekki gott fyrir okkur að átta okkur á því að við ráðum ekki framhaldinu. Og ég ætla að fara með ykkur inn í 3. kapítula Þessalónikubréfs og það 13. versi þar, því að mér finnst þetta afskaplega merkilegu þáttur. Þannig styrkir hann hjörtu yðar, svo að þér verðið óaðfinnalegir og heilagir frammi fyrir Guði, föður vorum, við komu Drottinsvors Jesú Krists, ásamt öllum hans heilögu. Þetta stórmerkilegt atriði. Páll að undirbúa Þessalónikumenn til þessara stundar. Þegar Jesús kemur í mætti, í veldi og í mikilli dýrð. Hvernig gengur undirbúningunum hjá þér? Ertu í framförum? Ertu að taka mark á því að Jesús að koma? Stundin að renna upp. Það ekkert langt eftir. Ég sá bara í Morgunblaðinu núna í gær. Ég prenta þessa grein út. Það var viðtal við konu í Ísrael og hún segir bara alveg hiklaust Bræðralag múslima enn að verki. Bræðralag múslima, það var stofnað svona 1890, rétt eftir að gyðingar komu saman og stofnuðu til fundar í Genf, í Sviss, og það var ákveðið að þeir þyrftu að stofna sitt eigið ríki. Þeir fengu aldrei notið mannréttinda eða neinna réttinda nema þeir stofnuðu sitt eigið ríki. 50 árum síðar þá stofnuðu Ísraels ríki. En 5 árum eftir að gyðingarnir samþyktu, þá komu arabarnir saman, múslimarnir, og þeir stofnuðu það sem kallaði Bræðralag múslima. Og þetta Bræðralag múslima, það hefur það að markmiði að breiða Íslam út allan heim. Og vitið hvernig ætla að fara að? Öll lönd sem Íslam hefur ráðið yfir, það næsti vettvangur styrjalda. Vitið hvað Spánn var 1100? Vitið hvað Spánn var frá 700 til 1400? Í 700 ár. Það var Spánn íslamskt ríki. Haldið að íslamistar og Bræðralag múslima séu með eitthvað á takteinunum að koma með ófriðin til Spánar og ná Spáni aftur yfir. Og þetta hluti af vandanum sem við erum með. Þeir vita það að Erdogan, Tyrklands forseti, hann einn af þeim sem æðsti maður í Bræðralagi múslima. Hvað hann að gera? Hann reyna að styrkja Íslam sem mest bæði Tyrklandi, Sýrlandi, Íran. Þeir vilja ná Egyptalandi öllu og Jórdaníu og eitt af því sem þeim finnst sárast, og það svolítið merkilegt að lesa þetta hérna, Bræðralag múslima getur ekki leyft gyðingum að ráða landsvæði sem á arabísku kallað Dal al-Islam. Það hús
Íslams. Og af því að Ísrael var undir Tyrkjaveldi fram til 1917, að þá líta múslima þannig á að þetta sé þeirra landsvæði. Og hvernig fara þeir að? Þeir neita allra bragða til þess að ráðast á Ísrael, brjóta Ísraelsríki niður, ná gyðingum undir sig, því að þetta á að vera íslamskt ríki. Þetta á að vera hús Íslam. Skiljum við núna hugmyndaheiminn sem er þarna bakvið og við sjáum hvernig árásirnar frá Gaza eða Samaríu eða Vesturbakkanum, hvernig þetta er allt saman vaxið. Það er verið að eyðileggja alla möguleika á því að gyðingaríkið fái í friði og fái vaxið. Hvað er tíminn að segja okkur? Segir þetta eitthvað það sem Biblían talar um? Já, hún er akkúrat að nefna þessi atriði til þess að þú megi skilja og vita að við erum á þessum tíma sem kallar ófriður bæði við gyðinga og kristna og Íslam ætlar að ná öllum völdum. Þeir ætla að hafa þannig að það veri sjaríalög yfir þér og yfir mér. Og takið eftir því hvernig við Íslendingar höfum farið að. Við höfum ekkert verið að hika við það að hleypa því fólki sem kom frá Gaza á Austurvöll. Hafa tjaldað yfir það, borgarstjórnin, hún leyfði þeim að fá frítt rafmagn, að búa í tjaldinu, vera með palestinska fánan, flagga á honum bæði á 17. júní og öðrum tyllidögum og allstað var sama krafan, Free Palestine. Erum við að vita hvað er verið að biðja um? Skilja Íslendingar að bræðrana múslima, það er akkúrat á bakvið þessa kröfu. Free Palestine. Leifum Palestínu ná völdum til okkar. En Biblían segir við okkur, takiði enn meiri framförum. Skiljum hvað er að gerast. Áttum okkur á hvað klukkan slær. Sjáuði bara hvernig orð Drottins er að koma niður og hvernig opinberanir er að rætast og spádómarnir allir, hvort sem ég tek þá frá Móse eða Jesaja eða Esekiel, hvernig allir er að koma í uppfyllingu. Það verður þannig að alla þjóðir, það verður leittar á Ísraels fjöll. Og heyriði bara hvað er að gerast núna hjá Bandaríkjamönnum. Þeir eru að senda 1 flugmóðurskip í viðbót á þetta hættu svæði. Af hverju er þetta sprengjuhætt? Af hverju treysta gyðingarnir ekki Sýrlendingum? Af hverju treysta þeir ekki Tyrkjum? Af hverju treysta þeir ekki múslimum? Þeir vita hvað þetta kostar. Þeir þekkja nefnilega bræðralag múslima. Þeir vita alveg að þeir ætla að fara eftir bókstafnum, þeir ætla að ná völdum yfir öllum þeim löndum sem áður fyrr tilheyrðu Íslam. Munuðu ná Íslandi? Svo merkilegt sem það er, þá er þetta eina ríkið á norður hjara veraldar þar sem að múslimana var komin og gert árásir á. Þeir komu 1627, komu heim til Vestmannaeyja. Þeir tóku yfir 300 manns og fóru með það í Ottomanríkið eða til Norður-Afríku og þar voru þeir seldir sem þrælar. Það kom ekki nema rétt 48 manns tilbaka. Það var 10% af þeim sem voru teknir. Og af hverju var Ísland eitt af þeim löndum sem múslimandi komu til? Við höfum aldrei gert þeim neitt mein. Þeir komu hingað og rötuðu hingað. Er Guð eitthvað að segja við okkur? Er Guð að tala og segja eins og þau komu áður fyrr, þannig geta komið aftur? Eins og þeir gerðu 1627, þannig geta gert þess vegna 2027. Eru við virkilega svo blind að sjá það að ef að menn stefna á heims yfirráð að þá ætlar að sleppa Íslandi? Nei, þeir ætla ekki að gera það. Það er verið að stefna að heims yfirráðum og þetta er vegna þess að það er undirrót á bakvið þetta. Og undirrótin er svo að vera ekki tilbúin þegar Jesús kemur. Undirrótin er svo að taka ekki mark á því sem að hið heilaga lifandi Guðs orð segir. Undirrótin er svo að láta Kóraninn ráða en ekki orð Guðs. Og Biblían segir við þig, takið þið enn meiri framförum. Það komið tími til, kæru vinir, að við biðjum Drottinn handleiðsluna, styrkinguna, að við veljum
Við verðum undir húsi drottins, við verðum með honum, því að það er Kristur sem er okkar björg og okkar líf. Við erum hérna með fólk í söfnuðunum. Ættingjar þeirra er að glíma við íslam í Nígeríu. Það er ekki friður sem kemur þar. Það er búið að brytja svarta manni niður, ef hann er ekki íslam, þá er bara að brytja þau niður. Og hvernig bregðast þið við? Jú, Bandaríkjamenn, þeir voru að taka til hendinu daginn og þeir voru að senda þeim mjög mikla kveðjur vegna þess að þeir ætluðu einmitt að taka Nígeríu og gera hana að íslamsku ríki. Sama með Burkina Faso. Við getum nefnt hvert landið að fæta öðru í Afríku. Þeir eru ekkert búnir þar og þeir eru heldur ekkert búnir í Evrópu. Það munaði mjög litlu 1490 að þeir næðu Vín og Austurríki. Þetta er búið að vera, þetta er vaxandi þáttur í íslam að ná heims yfirráðum. Ég segi líka, það er vaxandi þáttur í Biblíunni að við verðum gefin Jesú Kristi og honum. Því að framhaldið til blessunarinnar er að finna í drottni okkar og Jesú Kristi. Að síðustu, Hebreabréfið 13, 7. versið. Og mér finnst alveg dásanlegt að það skuli vera orð sem að passar alveg inn í þessar kringustöður okkar. 13. versið hjá Hebreum. Þá er Hebreabréfið segir þetta við okkur. 13. kapitúli og 7. vers. Því getum við öryggi sagt, Drottinn er minn hjálpari, eigi mun ég óttast, hvað geta mennirnir gjört mér? Hér er okkar staða. Hér eigum við að standa. Hvað geta mennirnir gert? Þeir geta alveg farið upp í loft og hópa saman í andstöðu við Jesúm Krist, en það er einn sem mun sigra. Það er einn sem mun koma aftur. Það er einn sem mun koma með sínum heilögu og hann mun stíga fæti sínum á Olíufjallið og það mun klofna og þá mun hann stoppa mestu styrjöld sem framundan er. En leið og hann kemur, þá mun hann reisa þá upp sem hafa dáið í trú og þeir verða með honum alla tíð og tíma. Og sjáðu hvað er athyglisvert þegar hann segir við okkur í 7. versinu, verið minnugir leiðtoga yðar, sem Guðs orð hafa til yðar talað. Virði fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Og þá bendi ég á 11. kapitúli Hebreabréfsins. Skoðiði hvernig postulnir fóru. Skoðiði hvernig kirkjan, hvað hún þurfti að ganga í gegnum. Skoðum bara okkar eigin sögu. Það er alveg sama andlega barátta í dag 2026 eins og hún var 1926 eða 1826 eða 26. Það er alveg sama, allir þeir sem hafa verið að þjóna Kristi og valið Krist, þeir hafa fengið að finna fyrir því. En sískinni, við erum kölluð til þess að vera sigurvegarar. Við erum kölluð til þess að vita að eftir baráttuna þá verður sigur, þá verður fögnuður og fríður og réttlæti í heilugum anda. Þangað stefnum við för. Þangað erum við að fara. Og ég segi bara, óttist ekki. Það er hvað eftir annað að segja við okkur í Biblíunni, skelfist ekki, óttist ekki, verið ekki hrætt. Því að hvað gerðu Ísraelsmenn á leiðin út úr Egyptalandi? Þeir óttuðust Faraó. Þeir vildu snúa við. Þeir vildu ekki baráttuna. Hvað gerðu postularnir þegar þeir fóru land úr landi og þeir voru teknir jafnvel og hent út úr borgunum? Hvernig fór með Pál postula í Damaskus þegar hann var nýkominn þangað og hafði séð Jesúm á leiðinni og hann vitnaði í drotti Jesúm Krist? Hvað gerðu þeir við hann? Þeir hentu hann út úr borginni og grýttu hann. Velkomin. Má bjóða þeir kristindómin. Má bjóða þeir hlutdeild í Jesú Kristi. Ef við taka framförum, ef við að fara að segja, Drottinn, sama hvað mig verður, ég vil halda mig fast við þitt orð. Ég vil halda mig fast við þann boðskap sem þú hefur gefið. Ég veit að þetta er eilífur boðskapur og í því er þið eilífa líf fólkið að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesúm Krist. Amen. Ég ætla bara að ljúka máli mínu svona og biðja ykkur að rísa á fætur. Drottinn, við viljum gefa þér dýrðina. Drottinn, við viljum
fá í okkur þinn heilaga anda og við getum sagt við þig, hér er ég, sendu mig. Hér er ég, notaðu mig. Hér er ég, frelsaðu mig. Og Drottni, ég bið þess elskaði Herra að við fáum að njóta framfara í okkar trúalífi. Við fáum vaxið og dafnað og sama hvert veröldin er að fara, þá fáum við að vera örugg í þinni hendi. Við fáum að vera örugg hjá þér, Drottni minn, af því að þú Drottinn okkar og frelsari. Við viljum tilheyra þínu húsi. Við viljum vera þínir menn. Við viljum vera þitt fólk. Í Jesú nafni. Amen. Þið sem eru sammála með því segja amen. Já, takk fyrir Rúben. Gloria de Dios. Þannig á þetta að vera. Dýr sé Guð í upphæðum. Og fríður og jörðu með þeim mönnum sem hann hefur velþóknun á. En muniði, verið ekki hræddir þó að einhverju standi gegn því sem þið segið. Það á að vera svo. Það er bara mjög eðlilegt. Þið standi bara föst á því hvað orð Guð segir og hinir þurfa að fara sömu leið og þið. Einu sinni voru þið á móti því sem orð Guð sagði, svo breyttust þið. Og það er það sem orð Guðs gerir. Það breytir okkur, setur okkur inn í Guðs ríki. Amen. Nú með þið standið þá ætlum við að syngja síðasta lagi sem hún Dagný er með. Það er örugglega mjög gott lag. Við syngja saman lagið Enginn er sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilíð get ég leitað og séð að Jesús, enginn er sem þú. Við fara með það út í vikuna. Enginn er sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilíð get ég leitað og séð. Jesús, enginn er sem þú. Enginn er sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilíð get ég leitað og séð. Jesús, enginn er sem þú. Miskunn þín varir að eilífu og lækningu fáum hjá þér. Í þínum örmum og skortir mig. Enginn er sem þú. Enginn er sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilíð get ég leitað og séð. Jesús, enginn er sem þú. Miskunn þín varir að eilífu og lækningu fáum hjá þér. Í þínum armum og skortir ei mig. Enginn er sem þú. Enginn er sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilíð get ég leitað og séð. Jesús, enginn er sem þú. Alla eilíð get ég leitað og séð. Jesús, enginn er sem þú. Amen. Og ná Drottni svo friður Jesú Kristi verið með ykkur og yfir ykkur. Það er kaffi uppi, takk innilega fyrir samveruna og muniði. Það er enginn, segir Jesú Kristur. Alveg sama hvaða trúarbragð höfum út á nefni,
Þeir eiga allir sína gröf, en það er einn sem á tóma gröf. Það er okkar Drottinn og frelsari. Amen.